Ekkert gáfnaljós, það er engin ókosti fyrir konu góða mín. Þvert á móti, hreinskilni þín er frumleg. Hvað heitir annars? Anna-Lísa, Kládía brosti og nú var svipur hans vingjarnlegur. Hér heyrðum við upplestur úr bókinni Ófríðu stúlkunni eftir Anne-Marie Selinko. Bókin var tekin að láni frá lestrarfélagi Keflavíkurhrepps árið 1943 og skila til bókasafns Reykjanesbæjar á dögunum eftir rúmlega 70 ára lán. Bókin fannst þegar verið var að pakka fyrir flutninga. En hvað verður núna bókina? Getur fólk leikt hana? Nei, við ætlum ekki að setja hana aftur í útleigu en við ætlum að hafa hana hérna til sýnis. Þannig að fólk getur svona aðeins blaðið í gegnum hana. Og er þetta lengsta útlán í sögu safnsins? Alveg pottet. Ég er handviss. 73 ár. Og þurfti viðkomandi að greiða sekt? Nei, það er ekki hægt. Þetta var svo skemmtilegt. Með tilkomu tækninar hefur bókasafni fleiri tækifæri en áður til að láta lestrarhesta vita að komi sér að skiladegi. Við náttúrulega erum orðin rafræn, þannig við sendum tölvupósta og minnum fólk á að koma og skila bókum og það gengur bara mjög vel. Það eru 20 krónur á dag minnum mig fyrir sekta bók og það verður aldrei hærra en 700 krónur. Þannig að við og bara viðskiptavinir okkar eru bara svo yndislegir og almennilegir að þeir hringja bara og segja, heyrðu, getur fengið að hafa hana aðeins lengur, er ekki búin að ná að klára að lesa. Og þá er það bara ekkert mál. Anja verður umfram allt að vera fríð, há og grönn. Hún á að hafa freistandi munn sem er svo fagur ávöxtur. Er maður gyrnist? Já, Anja, verður að vera falleg. En það ert þú því miður ekki góða mín. En þetta er svolítið svona, rauði þráðurinn í þessari sögu að henni líður ekki eins og hún sé fríð og henni líður ekki eins og hún sé gáfuð, þannig að hún er í óvissu með hvað hún á að gera við líf sitt. Og en sagan enda sem sagt á því að þau augljóslega rugla reitum sínum saman því að hann segir í endan á bókinni: Ég er afar hamingjusamur, allir óska mér til hamingju með fallegu konuna mína. Hvað vill það segja? Falleg? Mér finnst hún vera indæl, ég elska hana meir en allt annað. En okkar á milli sagt, hún var nú alveg óvenjulega ófríð ung stúlka. Þannig endar sagan. Og nú segir þarna eitthvað staðar á bókinni að hún sé nútímaleg. Já, nútímaleg skáldsaga frá Vínaborg. Þetta er bara, það er svolítið skemmtilegt líka að sjá bara hvernig tíðarandinn hefur breyst sem betur fer og við fögnum því sennilega flestar. En já, það er alltaf gaman að finna gamla gersemar.